Góðan daginn og verið velkomin að tækjunum. Það hún Rannveig Borg sem viðmælandi þáttarins og hún hefur marga hatta, skal ég segja ykkur. Hún lögfræðingur, hún rithöfundur og hún meistarnemi í fíknifræði. Hún hefur starfað sem lögfræðingur í Frakklandi, Luxemburg, Bretlandi, Íslandi og Sviss, þar sem hún núna búsett, en Rannveig kom hingað í stúdíóið og segir okkur frá náminu og námsæruleikunum, ádröskun sem hún glímdi við í æsku, hvernig hún tengir við fíknir og stjórnleysi annarra og svo nýlega ADHD-greiningu sem setur líf hennar í svolítið samhengi þegar litið í baksinnspeilin. Þátturinn borin fram á silfurfati af eftirfarandi samstarfsaðilum. Núna eru svörtudagar á boost.com. Fáðu alltaf 50% ekstra afslátt af tísku, barna, íþrótta, snirti og heimilisvörum. Það auðvitað hentugt að nýta sér tilboðin og versla allar jólagjafirnar á einum stað og svo býður Boost upp á lengri skilafrest til 31. janúar 2023. Ímyndið ykkur. Drífið ykkur á svörtudaga á boost.com. Sjóvá tryggja ánægðari viðskiptavini og hafa gert það 5 ár í röð samkvæmt íslensku ánægjuvóginni. Þetta hlustendur farnir að kunna utan af. Það sem dæmi fyrir tilstilli góðra þjónustu og þess að tjónlausi viðskiptavinir í stofni fá hluta iðgjalda sinna endurgreiddan ár hvert. Þægilegt. Ef þú þarf svo nýja framrúðu, þá fara hana í púlsinn í skeifunni. Lúxusolíur og lúxuspítsur og lúxus yfir höfuð frá ítölsku sendiherra hjónunum Ásur Reyins og Emil Hallfreðs. La Madre pizza og Lífa ólífóljur. Bragð og gæði í fyrirrúmi. Þegar það kemur að því að meta fjárfestingarkostiðina fyrsta hvern mánaðar, þá veita íslensk verðbréf þér aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingarkostum. Það fjölmargar leiðir í boði, hvort sem það hlutabréf eða skuldabréfasjóðir, svo athugaðu hvaða leið hentar þér. Það mjög auðvelt að hefja viðskipti í gegnum vefsíðuna ivaf.is. Það eina sem þarf eru rafræn skilríki. Að lokum vil ég minna þig á að þó svo sé farið að dimma og kólna, þá eru giflar kanilsnúðar frá Pogen góðir á sumrin, og veturna. Svo býður Pogen upp á brauð fyrir öll tilefni sem fást í helstu verslunum landsins, hönu, lingongrófa og fleiri góð. Takk fyrir að hlusta, Rannveig Borg, gjörðu svo vel. Ég var aðeins að gleyma hvernig að vakna í kulda og byrja því að skafa bílinn. Já. Ég var aðeins að gleyma því. Hvernig þetta í Sviss, Eila? Hvernig vaknar maður í Sviss? Já, ég hef aldrei þurft að skafa bílinn í Sviss, en það er mjög sjaldan. Þó hann sjúti. Það er ekki orðið þetta dæmt og ekki þetta kalt. Nei, ok. Ekki núna. En þú veist, ég hugsa Sviss, ég hugsa fjöll, ég hugsa fólk á skíðum og alveg svona fjallastemming einhver. Er ekki alveg... Það snjóar alveg hressilega þarna og svona? Jú, það snjóar hressilega, en það snjóar mjög sjaldan hressilega í bænum. Já. Snjóar hressilega í fjöllunum, en það er ekki oft sem að það er farið að snjóa í Zürich eða þar sem við búum. Það hefur gerst, en það er undantekning. Ég er búin að búa núna í Sviss í 11 ár og það hafi ekki verið mörg ár sem við erum eitthvað snjóað að vita í bænum, sko. Nei, ok. Nei. Þetta eiginlega svolítið gott fyrirkomulega að bara þú getur keyrt niður úr fjöllunum niður í hitan og síðan bara beint upp í fjöllin fyrir fjallasportin og allt saman þegar þið listir. Þetta er algjörlega fullkomið. Jú, þetta er fullkomið. Hvað ertu að gera í Sviss? Getur þú sagt mér? Þú ert lögfræðingur hjá Adecco Group, eða ekki? Alveg hárrétt. Og sko, lögfræði og svona, er þetta ekki bara mjög leiðileg skjalavinna alla daga og ekkert fútt í þessu eða hvað? Lögfræði, þetta er frábært. Það sem, sko, er með gaman lögfræðina, það er að hún er svo fjölbreytileg. Okay. Kemur að lögfræði er náttúrulega allstaðar, bara allstaðar í kringum okkur. Og lögfræðingar geta valið úr mörgum mismunandi störfum þó þau séu lögfræðingar. En það sem ég fæst við sem sagt núna, ég er að vinna innan hús sem fyrirtækja lögfræðingur og ég sé kaup og sölu fyrirtækja innan samsteypunar sem ég vinn fyrir og ég er líka að vinna fyrir fjárstýringateymið og svo er ég að vinna mikið bara með almenna svona fyrirtækjalögfræði en ég get líka farið í að lesa samninga og koma að stórum verkefnum. Það geta komið inn, ég kannski að vinna við stór mál varðandi kaup og sölu fyrirtækja, það komin mál varðandi starfsmannamál, erfið starfsmannamál og þetta getur verið mjög spennandi heimur. Gerist hratt og svona stundum meira að gera og stundum minna en þetta er mjög fjölbreytilegt, alveg ótrúlega fjölbreytilegt og mér finnst þetta skemmtilegur heimur að starfi. Þetta líka getur verið alveg óforskamaður heimur, sko. Þetta er heimur sem að, þetta er alveg
þetta ekkit allt, það ekki allt bara svona jólinn sko, þetta stundum erfitt. En eru miklir hasar á þessum vinnustað, það sem þú ert? Eða bara svona í þeim geira sem að þinn vinnustað er búin að koma sér fyrir í, alveg mikið í gangi þarna? Og þannig ég spyr út af því ég að hugsa svona, ok, lögfræðingur að vinna hjá einhverju stofnun, það sem bara, mættu á okkur tíma, síðan kaffipásan klukkan þetta og síðan bara farið heim þarna og þá ertu komin úr vinnunni, eða svolítið bara hiti í því sem að þú ert að fást við? Já, þetta samstipa, þetta mjög stórt fyrirtæki og það fer kannski pínlítið eftir í hvaða deild fólk að starfa og til dæmis í kringum mig og mitt starf ekki þannig að ég mæti bara ákveðin tíma og svo bara kaffipása þarna og svo aftur alls ekki. Þetta mjög sveigjanlegt en sveigjanleiki þýðir náttúrulega líka að maður kannski svolítið alltaf í vinnunni. Já, akkurat. Og það getur verið mjög mikil hasar. Það eftir hvað í gangi. Þegar við erum kannski að ganga frá viðræðum í fyrra keyptum við mjög stórt fyrirtæki eða aðra samstæpu og í kringum það gæti alveg svakalegur hasar og stress og mikið í gangi og núna bara þessa dagana skuldafjár útboð það tengir, það ekki með svona smá hasar í kringur það líka þótt það sé öðruvísi en það sem að mér finnst svo gaman að þetta er fjölbreytilegt og spennandi, en það líka svo mikill sveigjanleiki. Ég get sinnt starfinu rauninni hvaðan sem og ég kem á skrifstofuna en það enginn að krefjast þess að ég sér þar á ákveðnu tíma og nema þegar þau eru kannski fundir sem við þurfum að mæta á og þetta henda mér mjög vel, mér þetta frábært. Er þetta ábyrgðarstaða sem úr því hérna? Já, þetta er ábyrgðarstaða. Ég er ekki nálægt því að vera í framkvæmdastjórn eða einhverju, en þetta er ábyrgðarstaða vegna þess að ég sé allt, allt sem tengist kaupum og sölu fyrirtækja og og eins og ég segi, og vinna með fjárstýringu. Þetta það kemur öllum stærri verkefnum fyrirtækisins, þá ég alltaf við loðandi þegar það svona einhver stór verkefni í gangi, já. En ég aftur á móti ekki fyrirtækið sérhæft í alls konar ráðgjöf og starfsmannaþjónustu og ég ekkert endilega að tengjast því. Ég gæti þess vegna verið að vinna fyrir hvaða fyrirtæki sem ég á höfuðstöðum og bara í fyrirtækjalögfræðinni. Ég skil. Já. Ferðastu mikið út af vinnu eða þetta bara, var Sviss bara einhver tilviljun sem að þú kemur fyrir á? Ég ferðast ekki mikið út af vinnu. Það hafa komið tímabil sem ég ferðast og mér finnst það fínt að ferðast ekki of mikið. Mér fannst þegar ég var aðeins yngri, það var sem frábært að ég var að byrja í þessum geira og ég var að vinna í Frakklandi þegar ég byrjaði og þegar þá var ég líka að vinna í kaupum svona fyrirtækja en ég man að þegar ég vissi eitthvað verkefni þá var ég svona vonað að ég myndi þurfa að ferðast. Mér langaði svo að sjá meira og skoða og vera með og svona. Dag finnst mér voðalega fínt ef ég get bara tekið Zoom-fund og ekki ferðast það mikið, allt í lagi svo lítið en mér finnst það ekki mjög spennandi í dag, ferðast mjög mikið fyrir vinnuna. Já, það einna en hvernig ég lenti í Sviss, ég var í rauninni að vinna á þeim tíma, var ég að vinna fyrir Actavis hér á Íslandi. Já. Og höfuðstöðuna voru fluttar til Sviss og ég var bara ein af þeim sem að fór með. Já. En áður en að þú ert flutt frá Íslandi til Sviss, þá ertu búin að starfa erlendis áður en að í rauninni þú kemur aftur til Íslands, eða ekki? Þú ert búin að vera svolítið úti langan eða stóran hluta þínu lífi? Já, mjög stóran hluta. Förum bara rekjum aðeins, hvað kemur til að farir fyrst út yfir höfuð? Ævintýramennska. Ævintýra þrá? Já, ég held að uppálega hafi þetta verið mikil ævintýra þrá. Mér langaði bara, ég alveg, mér svona kitlaði skinnu, ég langaði að sjá eitthvað meira og fara út og læra nýtt tungumál og ferðast og mér langaði að læra frönsku.
fer til Frakklands og þarna, en það ekkert ákveð ég ekkert búin að ákveða hvað ég ætla að gera, ég ekki búin að ákveða hvað ég ætla að læra, ég bara í einhver ævintýraþrá og reyna að ferðast þess mikið við Frakkland að ég get og lendi þar í einhverjum ævintýrum og ferðast með bakpoka og eitthvað óper og fer í eitthvað tungumálanám og bara einhver svona ævintýramennska sko. Þannig að þú fer bara út eitthvað að djöflast, þú ert ekki komin í nám með vinnu sem að dreifa þig út, þú ert bara eitthvað að leika þér. Ég bara eiginlega að leika mér og byrja bara í tungumálaskóla og eitthvað svona, það var ekkert mjög, ábært á þessum tíma sko. Mér bara langaði að sjá meira og reyna svona líka bara verða sjálfstæð og fara að vera á svona eigin fótum og sjá mig sjálf. Mér finnst það frábært, ég held þetta sé bara einn besta ákvörðun sem ég tekið. Þetta frábært reynsla, en síðan fer ég eitthvað bara að prófa að setja í tímum í háskólóti og sjá svona hvað ég geti lært, hvað ég geti gert. Og ég held þetta sé bara eins og með svo margt annað, ég setja í tíma, prófa einhvern tímann einhverjum háskóla að setja einhver lögfræði tíma og lendi tíma þar sem einhver prófessor og tala alþjóðalögfræði og mér fannst þetta bara svo skemmtilegt. Og áhugavert að þetta bara breytt öllu. Ég fór bara að skræða mjög lögfræði. Ertu þarna að læra lögfræði á frönsku? Já. Þú hlýtur að vera nokkuð sleip í tungumál, eða hvað ertu búin að vera lengi úti í Frakklandi áður en að getur hafið nám í lögfræði á frönsku? Þannig ég, þegar ég byrjaði háskólanum ég búin að vera svona, eitthvað svona 1,5 ár, eitthvað svoleiðis út í Frakklandi þegar ég byrjaði náminu og ég var í rauninu bara alls ekkert orðin góð í frönsku þegar ég byrja. Ég veit eiginlega ekki ennþá, ég tók ég sendi einhvernir og þurfti að skrifa einhvern kafla þurfti að skrifa eitthvað á frönsku og og þeir tóku mig inn og ég var bara mjög heppin fór í mjög góðan skóla í París, var í Panthéon-Sorbonne og ég held, ég var bara ótrúlega heppin vegna þess að í rauninni var ég ekki orðin nógu góð í frönsku því ég byrjaði náminu. Ég það í rauninni verið ekki. Þetta var mér alveg svakalega erfitt til að byrja með og ég tek upp tíma á bara bara með hljóðupptökutæki, ég bara hljóðupptökutæki bara pínlítið bara borðinu mínu sem ég tek upp og svo fer ég heim og ég hlusta á alla tíma aftur og skrifa upp, þetta alveg þvílík vinna sem ég þarf að hafa fyrir þessu svona fyrstu mánuðina og ég man svo kom einhver stelpa tímin einhver daginn einhver yndisleg lítil frönn stelpa og bankaði í mig og sagði, viltu ekki bara fá glósurnar mínar? Já, ok, þú varst að taka tvöfalda vinnu á þetta með alla hérna. Já, þetta var alveg svona, fyrsta árið var mjög erfitt, maður var alveg mörgu sinnum að hugsa að gefast upp og heimagrenjandi og bara mjög erfitt, og svo var háskólinn því að ég sótti mér háskóla sem svona í miðborg Parísar og mjög frægur háskóli og setja fyrstu 2 árin í 18. hverfi lengst út í eða ekki, margismið, 13. hverfi held ég og í gamla byggingu og það bara hver þolir þetta, mikið fall og það ekki nema, held að bara 80% sem hrynja út og mikið bara fólk gefst upp, tekur ekki svona í prófun þannig að fyrsta ári var bara mjög erfitt en síðan, annað árið þetta orðið strax miklu viðráðanlegra, við erum orðið mun færri og svo eftir 3. ár þetta orðið mjög skemmtilegt. Ok. Þannig að þú kemst samt í gegnum þessa grimmu síu af nemendum hann, það bara verið að henda fólki út. Það verið að henda fólki út. Það mjög mikil samkeppni, það verið að henda fólki út en ég kemst í gegnum þessa síu vegna þess að ég bara hef svolítið mikið fyrir þessu. Já. Ég að ég mikið að læra bókasöfnum, ég býr rétt hjá bókasöfni og þar helgar, það kannski bara bókasafni meira minn alla helgina. Ég hef bara mjög mikið fyrir náminu fyrstu 2 árin og þetta tekur og ég, eins og ég segi, svo bara smá saman var það auðvildara en já, það er bara mjög einföld skýring á því, þetta var ekkert.
hvaða persónuleiki ertu samt? Ég meina, þú hefur þann eiginleika og getur sittið á bókasafnum helgar og einbeittir og lært eins og þú þarft til þess að bara komast í gegnum svona þungt nám, en þú ert líka með einhverja ævintýramennsku til í að flytja út og bara með enga sensa, eitt farm eða hvað, ertu námsmaður í grunninn eða það er eitthvað svona líka ævintýramennska þarna? Ég er mjög mikil. Ég held að nefnilega kannski var ég tilbúin í að leggja þetta á mig í náminu og hafa svona mikið fyrir þessu vegna þess að þetta var svolítið spennandi. Þú veist, þetta er í ókunnu borg, þetta er ógeðslega erfitt, þetta er alvöru challenge já. Og kannski var það, þú veist, þannig þetta er ekki bara námsmaður, þetta er líka sko, þú veist, ævintýramennskan og challengein, þú veist, og áskorunin við þetta ákveðna viðfangsefni. Akkurat. Og mér fannst námið, þú veist, einhvern veginn mjög alþjóðlegt og í þessu umhverfi þannig að þú veist, auðvitað er örugglega bara mjög mikil spennufíkn, alveg pottið sko. Já, og meira þess að þetta hljómar eitthvað svona, ég satt á bókasafnum helgar, en þú hefur örugglega verið bara á bókasafnum helgar í stríði sko, eða þú veist, þetta hefur verið bara þú að challengea sjálfa þig hversu mikið þú getur lært og hversu miklu í rauninni getur áorkað þarna í þessu námi í Frakklandi. Já, ég var bara mjög dugleg, þú veist, ég bara þurfti að hafa fyrir því og lærði mjög mikið, en ég, þú veist, er ekki þessi típiski námsmaður, þú veist, ég er ekki, þetta er svona alveg, ég bara, ég get þetta líka, þú veist, ég er ekki þessi manneskja í Vestló sem er að læra alla daga í bókasafn, alls ekki, en bara þarna, þá, þú veist, þurfti ég að gera það, þá gerði ég það. Já, akkurat. Já. Þú sagði sjálf að þú værir með svona ADHD-takta, ertu með ADHD-greiningu? Já, ég er ADHD-greind. Og er það fyrir... Þetta er skúp, ég hef aldrei talað það mögulega. Er það fyrir löngu sem þú ert greind, eða? Nei, heyrðu, eins og held ég mjög margir aðeir. Ég fer með son minn, Gutta sem er núna 12 ára og hann fyrir nokkrum árum þá fór hann að svona, það var orðið frekar ljóst að hann væri aðeins ofvirkur. Tók mér reyndar svolítið tíma að fá greiningu á hann að því að hún gekk vel í skóla og hann, þú veist, það var ekkert vandamál í skólanum en síðan fór ég til eins helsta sérfræðings í Zurich í börnum með ADHD læknir og hann eiginlega bara nánast horfði á barnið mitt og sagði, þú veist, hann greindi hann sko, en hann síðan sagði að það væri bara mjög augljóst ADHD barn og útskýrði mitt fyrir mér að það væri ákveðin hópur barna sem að það sæist ekkert endilega svo mikið í skólanum. Þú veist, þau myndu virka vel innan ákveðin ramma en þú væri samt með ADHD. Já. Og hann sem sagt, þetta er fyrir nokkrum mál síðan, fekk ADHD greiningu, en þegar ég er í þessu ferli, þá þarf ég að svara, hann er mjög ungur, svara spurningum fyrir strákinn minn og lesa í gegnum öll þessi gögn. Já. Og ég fekk bara létt áfall þegar að lesa þetta vegna þess að ég hafði ekki átta mig á því að ég geti mögulega verið á þessu rófi líka. Okay. Aldrei. Þannig að þú ert að sjá einkennin þarna og þú ert að hugsa bara, herðu, þetta á við son minn en þetta á líka við mig. Já, þetta á líka við mig. Já. Og þannig að ég segi þetta við læknin hans. Ég segi við hann, veistu, mér finnst eins og sumt af þessu eigi jafnvel við mig líka. Þá fór hann að hlæja og sagði, þú veist ekki hversu algengt þetta er. Að foreldrar átti sig einungist þegar þau komu börni sín. Og þarna er ég náttúrulega orðin töluvert fullorðin, fyrir þetta er bara fyrir nokkrum árum síðan, þetta er bara fyrir 3-4 árum. Já. Og hann sem sagt gefur mér síðan nafn á sérfræðing fyrir fullorðna, sem er líka einn helsti sérfræðingurinn, sem að, þú veist, kennir og prófessori og í þessum fræðum og reikur sína í stofu eða í rauninni bara svona litla stöð í Zurich og ég fer þar í mjög ítarlega greiningu. Það eru bara 2,5 dagar. Ég fæ eitthvað tæki á heilan, tæki yfir höfuðið, það sem er mælt sko hvernig ég bregst við ljósi og áreiti og þar síðan líka svara mjög við spurningum og fara í ítarlegu viðtöl og það var mjög mikið ferli. Minnst kosti 2,5 dagar eða rúmlega það, hvort það var 3,5 dagar, það var mjög ítarlegt ferli
og síðan kemur í ljós að ég sem sagt með 70% líkur sem með ADHD og það mjög yfirgnæfandi líkur þannig að ég sem sagt þá búin að fara í gegnum lífið og hafði ekki hugmynd ég man eftir því að fyrir einhverjum árum síðan sagði einhver nágranni minn já hún svona ADHD típa og ég man ég var svo móðguð en ég hefði bara ekki hugmynd. Hvað heldur að nágrannin hafi átt við með, hvað heldur að hafi fengið hann til að segja að þú varir ADHD típa? Kannski að því að ég var ég veit ekki, á þeim tíma ég mjög mikið að hlaupa, ég var mikið hlaupari og kannski ég hef alltaf verið kannski í mörgu og og ég hugsa að þessum tíma væntanlega verið, hvað ég var að ferðast mikið og ég var líka að hlaupa langhlaup og eitthvað svona kannski bara, og ég veit að fólk spyr hvernig hefur verið tími þess að gera það maður kann kannski, þannig að nágranninn taldi langhlaup og svona vera helsta einkenni ADHD. Já, langhlaup og 100% vinna og lítið barn og ferðast allar helgar þetta kannski allt saman. Margir boltar á lofti. Já, kannski þetta, einmitt nákvæmlega þetta, margir boltar á lofti. En ég spyr út í ADHD í tengslum við þetta svona klassist og nú ég engin sérfræðingur þetta og veit í rauninni bara voða lítið ADHD eins og held ég voðalega margir það alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós með þetta en þú allan fungerar vel í námið þarna á yngri árum og þú verðist ekki geta, ég meina eins og þú segir þú situr á bókasafnum helgar og ert bara einbeitaður og ert að komast í gegnum mjög þungt nám þar sem aðrir að detta út Já, ég held að það það ekkert einstæmi, það alveg margir eins og ég mann þegar nú ég í námi með vinnu ég að taka kursa í master í alþjóðlegu fíknifræði og prófessorinn þar ég lendi verið eitthvað að spjalla við hana hún doktor í sínu fagi og ég segi við hana og svo ég með ADHD og hún bara svarar við blákalt ég líka þetta manneska sem doktor með doktorskráði í sínu fagi Akkurat. Og ég held að fólk sé bara það kom út á mismunandi hátt og ég held að það sem gerist að við finnum leiðir til að læra ég hef alltaf lært mjög vel á að hlusta þannig að til dæmis að annarkvort að tala fög eða hlusta og lesa kannski upphátt að maður finnur bara einhvern veginn svona leiðir til að ná betri einbeitingu og ég held samt að svo bjargar einhvers konar spennu því að ég get verið alveg kannski ekki spennuvíkt, kannski rétt orðið en maður getur haft líka svona ofur einbeitingu og þá getur maður kannski lært mjög hratt þegar maður hefur mikið áhuga og bara algjörlega hellt sér onni eitthvað Akkurat. og þá bara ekkert annað til Nei. Þá maður bara algjörlega onni í hlutunum og þá getur maður svolítið ítt til hliðar öðrum hlutum en auðvitað held ég að þetta sé misjaft fyrir fólk það verðum ekkert öll eins og það kemur út á annan hátt og hversu mikið þetta háir fólki en það eru margir sem að geta lært og finna bara leið til að læra í skóla og háskóla, finna sína leið en ég held samt að þrátt fyrir það hefði ég viljað vita þetta miklu fyrr. Já, það? Já. Alls ekki til að fá einhverja hjálp eða lengri tíma eða eitthvað svona heldur bara til að skilja sjálfa mig aðeins betur og ég held mér finnst synd að hafa komist að þessu svona seint ég hefði fyrirgefið mig miklu fleira í gegnum lífið ef ég hefði svona vitað af þessu fyrir
En þegar þú ferði við listan hjá syninum, eitthvað svona, manstu eftir einhverju sérstökur sem að stakku því eitthvað, heyrðu, þetta ég, eitthvað, eða eru fleiri að upplifa þetta, eða er þetta í alveg eitthvað tengt ADHD? Var eitthvað svona sem kom þér óvart eða vakti sérstaklega athyglina? Ég bara kannski þetta algenga, ég hafa nörgla fleiri en maður eiga erfitt með að skipuleggja sig og síðan einmitt, ofur einbeiting, ég erfitt með að skipuleggja sig, vera annars hugar, gleyma alltaf lyklunum, gleyma alltaf símanum, gleyma alltaf týna hlutum og hérna það eru margir hlutin, en það er bara svo miklu meir en það, það eru svona innri órói sem er kannski erfitt að útskýra, sem að kannski krakka finna fyrir meira þegar yngri, sérstaklega stúlkur og já, þetta er mjög sko ítarlegar spurningar og langi listar og margar spurningar, en það er já, það var ótrúlega margt sem að svona stakk mig og maður áttaði sig að ég kannski ansi margt átti við mig. Já, einmitt. Og þú hefði viljað vita þetta fyrr á þínu æviskeiði? Já, ég hefði viljað vita þetta fyrr, já. Og þá bara, eins og þú sagði, bara svona til þess að þurfa þá ekki að vera í einhverju svona innri tókstreitu, eða sem sagt bara að skilja þig þá betur sem yngri kona eða stelpa? Já, skilja mig betur og skilja kannski hvaðan kæmi, ég held að eins og hjá strákum er meira þessi mikla hreyfiþörf sem við sem kannski menna líka kemur öðruvís út, þannig að sést þú veist, það bara get ekki setja kjör, bara ekki hægt að setja kjör, þú getur alveg sagt sestu, það bara er ekki hægt og hérna og en eftir sko, við erum kannski svona meiri sveimhugar og þessi innri órói þessi, þú veist, opaslega sko hérna, og ég held að þetta ef maður hefði vitað af hverju þetta væri og hérna, og líka bara í skóla að fá svona stað að vita, læra kannski hvernig væri betra að nálgast námið, læra það fyrr og ég aðalega hugsaði sko bara út frá bara líða betur. Það ég kannski fór í gegnum þú veist eins og úlingsárin og sem tímabil sem að ég hefði sko kannski geta fengið meiri aðstoð og svona ekki bara svona einhvern veginn ruðst í gegnu það á viljanum og bara ætla að þú veist klára og gera en hérna en ég hefði, já, mögulega geta fengið meiri hjálp ef að ég hefði áttað mig á að það var svona, það var sumt af því sem ég var að hérna eiga við átti sér mjög eðlilega skýringar. Já. Var Frakklandsförin þegar þú fórst út, varstu einhvern veginn bara, var þetta einhver leiti flótti? Var þetta þú að reyna bara að komast í burtu eða bara fá smá frið? Já, ég held, þetta var mikil ævintýramennska, mér langaði að fara út, en það sem ég hafði sem sko unglingur sérstaklega átti mikla átröskunarstría og ég hugsað einhverju leiti langaði mig að komast burt frá því, komast burt frá öllu sem því tengdist og hérna en þetta samt svona aðalega langaði mig að sjá heiminn og gera bara eitthvað annað og svona bara verða sjálfstæðari, verða sterkari einhvern veginn, já, þú veist, það er hérna já, en ekki beint flótt en kannski nýtt tækifæri. Já, einmitt, nýtt upphaf. Nýtt tækifæri, ég prófar eitthvað nýtt, en já, og hérna, já. Heldur að átröskun og ADHD tengist að einhverju leyti? Það gerir það, já. Og hérna, út af nú ert þú, og það kannski svona leiðir okkur aðeins inn á fíknifræðar pælingar sem þú ert í. Hvernig tengist þetta og hvað getur þú sagt mér þetta? Það er bleimið það sem að þegar ég að fara í þessar rannsóknir hjá þessum prófessornir fyrir nokkrum árum og hún tekur mig semst í viðtal og fyrir að teikna upp
svona áhættuþætti, eða kannski ekki áhættuþætti, hún að teikna upp fjölskyldusög og mínasög og svona aðeins að sjá sko hvað bendir til þess að það sé eitthvað svona ADHD og það er sem sagt mun meiri líkur af fólk sem er með ADHD greiningu og það eru líka í fíknifræðinum og það sá við allstaðar, það er að meiri líkur á fíknivandamálum bara mun meiri líkur sérstaklega ef að það eru líka aðrar greiningar og einhvers konar svona mótóraskanir og annað slíkt en það eru yfirgnæfandi, það eru meiri líkur og síðan eins og ég segi, ég vissi ekki að átröskun er líka eitthvað sem að kannski þá er þetta ég hefði kannski alveg geta farið út í eitthvað annað, þá er þetta bara eitthvað innri órói sem að einhverju leyti sem að ég mín leið verður mín fíkn verður einhverju leyti átröskun og mín leið til að takast á við það en það hefði kannski alveg geta verið eitthvað annað sko. Ég hefði alveg geta að fara að drekka, að taka lyfið eitthvað, hvað veit ég veit það ekki, maður getur aldrei hugsað svona eftir á en þetta semst tengist og það er eitt af því sem að sést hjá einstaklingum oftar en þeim sem ekki með ADHD er átröskanir, já, það er alveg, já. Og þannig að ADHD einkenni oft springa út í bara einhvers konar fíkn? Þau geta sprungið út í einhvers konar fíkn, já. Síðan talað, hún segir líka, þú veist, það er meir reykingar, offita og meira séð sá hún og það að búa erlendis, ég bara, búa erlendis? Ég bara, og alveg, já, þú sér það í fjölskyldu og sem mikið ADHD, fólk þá er það kannski einhver spennufíkn, eitthvað svona leita og mér fannst þannig að þetta tengist allt. Okay. Og þegar ég, sem sagt, er í þessum, þetta er bara nokkur ár síðan og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á fíknisjúkdómum hjá mér eins og held ég hjá mjög mörgum þá þekkir maður alltaf einhvern sem hefur verið að fást við fíknisjúkdóma þetta er í öllum fjölskyldum og þetta er allt í kringum okkur og ég meina núna er bara kortir í að internet fíkn verði skilgreind sem slík það er mjög stutt í það þannig að þá erum við öll meira minna orðin að einhverju rófi mér finnst það mjög áhugavert og þannig að ég fór og ákvað að hætta að drekka eða svona, þú veist, ég lyfti kannski einstakar sinnum hálfu kampaðarsklassi mér fannst sko ef að ég er foreldri barns sem að er með ADHD-greiningu sem að er í meiri áhættu gagnvart fíknisjúkdómum heldur en aðrir þá finnst mér ég verið einhvers konar fyrirmynd og það er svona þess að fyrsta sem ég gerði fór svona þess að kynna mér þetta, fór að lesa meira og því meira sem ég las, því meira langaði með að vita og síðan fann ég nám á netinu sem ég gæti tekið online í alþjóðlegum fíknifræðum og ég ætlaði bara fyrst að taka 1 eða 2 kúrsa og prófaði það tók 2 kúrsa og svo síðan skellur á COVID og allt þetta og þannig einhvern veginn var meiri tími þó svo verið mikið að gera, ég var einhvern veginn þannig þá bara hélt ég áfram og er búið með nokkra kúrsa núna og finnst þetta alveg ofboðslega áhugavert og spennandi og þá er ég líka að læra sko bara svo margt mannlega hegðun og eins og segi, svo tengist þetta allt vegna þess að ég er búin að sjá marg ítrekað hversu mikið áhættu þáttur það er að vera með ADHD-greiningu. Bara áhættu þáttur fyrir, sem sagt, í tengslum við fíkn? Í tengslum við fíkn, já. Akkurat. Já. Þú nefnilega, þú varst spurð í viðtali fyrir svona eitthvað í kringum 2 ár síðan, að spurð sko, hvað var að gera þú þyrftir ekki að vinna fyrir peningum og þú sagðir, nummer 1 skrifa að minnstakosti 1 skáldsögu og 2 læra meira fíknifræði. Já. Það er svolítið fyndið að horfa þetta núna í ljósi þess að þú komin langt á veg með fíknifræðina og komin með skáldsögu nummer 2. Já, þetta viðtalið tekið áður en COVID skellir á. Já, þannig að áður en að tími gafst. Áður en að tími gafst. Til þess að sökka sér í þetta. Já. En er eins og þú að læra fíknifræðina, er þetta svolítið þú líka aðeins bara að læra meira sjálfa þig þarna og þú veist eins og þú talar átröskunum og svona, þetta hlýtur að móta svolítið þitt líf á yngri árum?
alveg svakalega, miklu meira en fólk heldur, alveg svakalega og og mér finnst ég sko ekki meira að læra mér sjálfa mig, heldur bara að mig langaði svo skilja hvernig ég hafði geta orðið svona mikið veik og ég lít þannig á, ég hef sagt það oft að mín ádröskun hafi verið eins og fíkn og lýsti sem slík en það engan veginn staðfest, maður lést það ekki í DSM-5 eða í þessum sko það mun engin alþjóðlegur á einhvern alþjóðlega mælikvarða það ekki viðurkennt að ádröskun sé fíkn en að ádröskun eigi mjög margt sameiginlegt með fíknisjúkdómum. Já, ok, ádröskun ekki skilgreind sem fíkn. Hún ekki skilgreind sem fíkn, ekki opinberlega. En það sko en smám saman að breytast hvað skilgreind sem fíkn. Já. Það sem í dag skilgreind sem fíkn þetta að þróast smám saman og ég ekkert hissa einn daginn það ádröskun og sjúkdómar einhvern veginn meira settir inn í þennan hólf settir inn í þetta hólf. Í dag eina sem viðurkennt að þeir eiga mjög margt sameiginlegt með fíknisjúkdóm. Já, ok. Já, tengjast mjög mikið. Já. Þegar þú segir svona veik, hversu veik varstu eiginlega? Hvernig lýsir þetta sér fyrir þá sem þekki ekki til? Sko ég verð bara alveg það gerist svona smám saman og ég sem sagt ég hugsaði fyrstu einkennin væntanlega komið svona í kringum 8 ára aldur. Nú, já, þetta svona snemma. Mjög snemma sko. Já. Og þá ég töluvert upptekin af því hvað ég þung, töluvert upptekin af því sem ég borða og það verður svona svolítið mín leið einhvern veginn að fylgja fyrst að leita þangað og síðan þegar að úlingsaldrin skellur á og ég gerist bara kannski frekar skyndilega ég fyrst að verða kynþroska og þyngist með nokkuð kíló það grípur sig einhvers konar ég gríp til einhverju örþrifaráða fyrir að svelta mig og þegar maður fyrir að svelta sig þá svo misti ég stjórn fór kannski að borða mikið, fór að kasta upp og svo verður þetta bara að vítarhing og vítarhingurinn verður stjórnlaus og þá lýsir þetta sér að minnsta kosti það sem ég var að fást við lýsir sér á allan hátt sem algjört stjórnleysi og fíkn. Þá þetta orðið eitthvað sem tekur yfir líf mitt tekur yfir kannski heilbrigð áhugamál en mér gengur sko áfram vel í skóla og ég held alveg mínum dampi ég bý heima hjá fjölskyldu minni og gengi skóla og ágætis nemandi og allt en óbærslega vanlegan og mikið af mínum frítíma fer í það að sinna fíkninni að sinna þessu og þá þýr það bara í rauninni bara borða og kasta upp og nánast eins og ég væri að drekka eða ég væri að taka einhver lyf eða ég væri að spila vídeoleiki, allt sem getur verið ákveð stjórnleysi og hefur sér mjög neikvæð áhrif á auðvitað andlega líðan og maður svona svo líka þá hluta mínu lífi sem alltaf hálf falin fyrir sko kannski vinum og þeir sem eru nánir mér því að öfugt við kannski hefur verið að drekka þá þetta eitthvað sem maður gerir einn og það fylgjur svolítið óbúslega mikil skömm og mikil vanlegan og mér hefur langað mér hefur langað að skilja hvernig þetta var hægt hvernig get ég þess vegna líka
er ég svo samfærð að þetta tengist meira fíkninni og tengist meira fíknifræðum og það eru, þú veist, margir kennarar sem eru sammála mér, þú veist, þetta bara ekki algjörlega viðurkennt sem slíkt opinberlega, en það hluti af þessu ferli sem að lýsir sér algjörlega eins og fíkn og meira að segja held ég að það verði geti haft jafnvel bara svipað áhrif Einmitt. Átröskunin, þú ert búin að leggja hana alveg fyrir aftur þig í dag eða? Já, og það kannski líka þess vegna sem ég langar meira og hef meira verið að tala þetta og hef verið að tala þetta opinberlega vegna þess að ég einhvern veginn átta mig á því að það eru margir sem að miklu fleiri en við höldum sem að berjast við stjórnleysi og líka þetta stjórnleysi átraskanir og ég það heppin að þetta algjörlega fyrir aftan mig búið að vera í mjög mörg ár ég held að sko, það tók mig mjög langan tíma að ná mér, mjög langan tíma það var gerðist eiginlega í bara svona mjög hægum skrefum það var svona bara smám sama framfarir kannski svo aðeins aftur fyrir svo aftur smám saman það lengdist á milli kafla lengdist á milli sko og svo allt í einu var þetta bara farið og ég held að öfugt við kannski margt annað þá get ég ekki sagt veist, það var 3. janúar það ekkert svoleiðis þetta gerist svo hægt en í minnstu kosti 25-26 ári ég búin að vera algjörlega laus við þetta sko. Já, ok. Já. En eins og út að þú talar hérna sko að fólk sér kannski ekki hvað þetta að hafa mikil áhrif á þig. Þú kannski berði þetta alveg með þér líkamlega. Maður nú alveg líklega til að sjá einhvern sem illa haldinn af átröskum bara út af því að þetta útlitslegt. En maður kannski sér ekki sko, hversu mikið þetta búið að taka yfir þitt líf að eins og þú sagðir áðan, mér finnst það vel orða að bara í frítímaðinu þá varst að sinna fíkninni. Já. Þú veist, það eitthvað sem ósýnilegt. Já. Og hversu mikil þráhyggja þetta orðin að bara lífið snýst þetta eins gríðarlega óröggrétt og það kann að hljóma út af því að ef þú ert búin að leggja þetta fyrir aftur þig þá sérðu núna hvað þetta var í rauninni klikkað. Já. En bara og Anita Brím var í viðtali líka og hún var að tala þetta og mér finnst mjög bara svona þetta mikilvægt að fá þessa innsýn sko út af því að fyrir einhvern sem ekki að glíma við þetta að þá þetta einhvern veginn bara svona herðu, var ekki sniðugt að þú myndir borða það eins meira en þetta svo allt annað vandamál heldur en það nokkuð tíma. Já, þetta miklu meira og þetta líka sko það eins og ég segi eins og með allt þú getur ekki bara þú getur alveg hugsað rökrétt og það ekkert rökrétt við þetta það ekkert rökrétt við þetta ferli en þú ræður ekki neitt við neitt Nei. Og það þetta stjórnleysi það þetta óbúslega stjórnleysi og þú það bara þú búin að rugla það mikið í kerfinu og heilaninu að þú orðin háður einhverju ferli Já. og þetta og það sko verður þannig að þess vegna segi ég og marg segja, mér finnst ég skilja alla fíkn og mér fannst ég sko þess að erfitt að útskýrta vegna þess að fólk verður að hlæja og segja þú getur ekki borið saman átröskun og fólk sem þú veist kannski eiturleitindur en það sem að hægt að byrja saman það þegar þú sko ætlar ekkert að þetta á ekkert að fara að gerast þú ætlar ekkert að fara að missa tökin og þú veist, þú er búin að ákveða að þessi dagur á að vera góður og þú ætlar að hætta þessu svo bara gerist eitthvað og þú bara ræður ekki neitt við neitt og það bara getur, þú veist, það skiptir eiginlega engu máli, það getur enginn stoppað þig og það þetta óbúslega stjórnleysi sem bara tekur yfir líf hjá fólki sem að þú veist, það vill þetta enginn, það velur þetta enginn þetta ekki val og þetta bara mjög mikil vanlíðan og mjög erfitt og þegar ég átta mig á hverju margir sem að geta verið þarna enn í dag og þetta ekki bara unga stúlkur þetta bara fólk á já, þetta fólk sem að kallmenn, ömmur á þetta bara miklu sem betur verið þetta ekki eitthvað mjög algengt en það samt meira heldur en við vitum að þetta svo falið. Akkurat. Það engin stoltur af þessu sko. Það engin hérna, þú veist,
Akkurat. Og eins og þú segir hérna að þú vaknir og þú þetta ætlar að vera góðu dagur og þú ætlar að sigrast á þessu en svo bara einhvern veginn tekur ekki ákvarðanir sem þú ætlaði þér. Við þarna vera svona smá tenging á milli bara eins og maður sér oft með fólk sem hættir að drekka sem dæmi að það að fagna svona litlum sigurum, þú veist, mánuður edrú eða hálft ár edrú eða 1 ár edrú eða 35 ár edrú að sko það verðist alltaf ennþá vera í gangi svona baráttan, ok, ég náði einum degi viðbútt, eða ég náði 1 ári viðbútt, eða 1 áratugur viðbútt. Já, þetta er kannski það sem að við, það sem ég get ekki tengt við. Nei. Þú veist, í mínu tilfelli, og ég veit ekki hvort að það þess að ég segi, þótt að ég upplifað ferlið algjörlega sem fíkn og mjög mikið stjórnleysa mörgu leiti, þá þetta bara alveg farið. Já. Það ekki, þú veist, það aldrei kannski, þú veist, einhver fyrstu árun og eftir einhver tíma, en það bara kemur, það aldrei einhver, þetta bara, auðvitað reyndar ég mjög, ég passa sem að lifa heilbrigðu lífi. Já. Og ég lifi heilbrigðu lífi, þú veist, ég reyfi mig og ég reyni að vera, þú veist, kannski þetta allt svona ómeðvitað, svona einhvers konar, þú veist, ég að koma í veg fyrir að eitthvað svona gæti gerst. Þetta ekki svart og hvítt hjá þér nefnilega eða með átröskun, held ég, en meina eins og einhver sem að drekkur sopa af áfengi, hann fallinn. Já, nei. En einhver sem að borðar aðeins minni skammt eða hreyfi sig aðeins lengur en hann ætlaði sér, hann þá fallinn í átröskun, skilur þú, það er svona aðeins erfiðar að meta hversu mikið maður laus við þetta, býst ég við? En með sko þessi hegðun sko, þessi, þú veist, alvarlega sjúka hegðun sem bara borða og kasta upp þú veist, það er augljóst sko, þú veist, en síðan þannig að og það hefur sko bara, það algjörlega farið, en auðvitað kannski ég sérstaklega að passa sem með að, þú veist, vera heilbrigð og á réttu róli til að vera með allt alveg á hreinu, en þetta ekki eins svart og hvítt eins og Martin, það alveg hárið hjá ég kannski ekki feint að staðhafa en eða alhafa neitt, ég bara svona veltaði fyrir mér leið úr að segja þetta alltaf hvað þetta í rauninni erfitt að þú veist, það bara erfitt að skilgreina þetta í rauninni, og þetta bara hugurinn og hugsanir fólks og stjórnleysi og svona, hvernig lýsið það sér, hvenær maður búin að missa stjórnina og svo hvenær ekki. Já, það getur verið alveg, það getur verið ansi flókið með svona hegðunar, veist, svona fíknir eða svona, það getur verið, þetta ekki alveg eins augljóst eins og með kannski áfengi að lifi eða, þú veist, hvenær eru, en mér finnst samt, eins og ég hef lítið þannig á að, þú veist, að þetta sem ég upplifði sem algjört stjórnleysi í gamla dag og tók svona yfir lífið mitt, það sé bara algjörlega farið og mér finnst, þú veist, daginn sé áttaði mig sko að ég myndi ekki eins, mér fannst að mér upplifði hlutina þannig ég væri hún alveg frjáls, var svo stórkostlegur og mér finnst sko þetta er bara svo stórt að vera búin að ná tökum á þessu og það gefur mér einhvern veginn bara svona auka orku og bjartsýni og maður sér bara lífið allt í einu og allt annan hátt, því maður veit hvað það að vera ekki frjáls og síðan allt í einu bara að því að það eiginlega ekkert verra en að geta ekki stjórna sjálfum sér. Nei, ég veit. Þú veist, vegna þess að maður getur tekist á við, held ég, mjög margt í lífinu ef þið hefur ákveðina svona stjórn og ert með allt svona tiltölulega í kringu þig innan ákveðins ramma, en leið og þú hefur mist það og getur ekki eins og tröst sjálf með þér, þá voðalega erfitt að takast á við önnu vandamál í lífinu. Já, einmitt, það er svakalega, þetta er svona svakalega grunnur. Já. Geta bara treyst sjálfum sér og stjórna sér. Já, svona í grunn, já. En hvað með eins og nú veit ég ekki hversu mikið þú veist fíkn eða hversu mikið þú gefið út fyrir að bara geta tjáð þig hana, en ég bara svona veltaði fyrir mér, þú veist, ef maður sigrast á átröskunni þá, eða einhvers konar fíkn, þá ekki hætt við því að þú finnir fíkninni annan farveg, vinnu sem dæmi? Alveg pottþétt, þannig að þú veist, jú, það mjög margir sem að
mjög algengt að fólk sem að fást við einhvers konar fíkn sé ekki að fást bara við eina fíkn. Það sé bara margt í þeirra lífi sem eða fólk sé mismunandi neyslu og kannski í lyfjum og að spila eða þetta alltaf mjög algengt en hérna og maður sér það að fólk þeir kannski innan ákveðins rammi einhver tíma og svo missa tökinn í einhverju öðru. Jú, alveg pottet, jú. Já. Hvað kemur til á síðan ákveður að skrifa þessi mál og skrifa þá skáldsögu allan skáldsagan ber nafnið Fíkn? Fyrir skáldsagan minn. Já. Sem kom út í fyrra? Já. Svona sagan kallaði svolítið á mig. Bara langaði svolítið að skrifa. Þarna er COVID. Ég í námi í fíknifræði, byrjuði á því og finnst það bara algjörlega frábært. Þannig að byrjaði í náminu áður en að þú svona markvisst byrjar að skrifa þetta? Já, okay. Í rauninni. Eða svona mjög svipa leiti og ég átti drög af einhverju sögu eitthvað sem ég hefði verið að punkta niður fyrir einhverju tíma. Þú ert náttúrulega lögfræðingur og lögfræðingar skrifa og þeir eru allir með draumum að skrifa bók einn daginn. Við erum alltaf bara vöna að vera að fást við texta. Ég held að þetta er ekkit langt bil, þetta er hárrétt hér, það er ekkit langt bil frá því að vera lögfræðingur og svo, við erum alltaf að skrifa og við erum alltaf að vinna með orð og texta og já, ég átti einhver drög og fer bara að taka þau upp og svona eitthvað með einhverja hugmyndir og bara fyrir sagalt að kalla á mig og ég svona bara held áfram og þetta það sést eitthvað tími, ég meira heima og kannski lífið bara ekkert nóg spennandi þótt að sé brjálækir í vinnunni því það er COVID og eitthvað svona og það fer ég að fást áfram við þessa bók og í náminu en og datt svolítið bara inn í hana ég verð bara fyrir á flug og prófa síðan að senda hana á útgáfu. Hvernig lýsir það sér? Ég veit að það er náttúrulega COVID þarna og kannski lítil rútína eða ég er ekki hugmynd það en þú veist, að ferða á flug vaknaru og bara þú getur haldið áfram með bókina eða er þetta eitthvað svona smá tíma á kvöldin það sem þú skrifar, hvernig er ferlið hjá þér sem rithöfundi? Já já, næstum vandræðalegt stundum þú veist, ég ætlaði kannski bara að skrifa smá og bara aðeins að skrifa og svo bara get ég alltaf hætt ég bara komin að stað og mig langar svo að skrifa og þá er ég að leita tíma svona aðeins á mótnana en ég byrja að vinna leið og ég er hætt að vinna áður en kvöldið áður en ég fyrir að sofa þá er ég bara alltaf að koma inn smá tíma og svo kannski teki allt í einu einhvern laugadags eftirmiddag ég ætla kannski að skrifa 1 eða 2 tíma og svo er allt í einu komin 7 tímar ég bara þú veist lýsir sér svolítið þannig og ég bara fer af stað ég bara er inn í bókinni gleymi ég að byrja að borða Er þetta smá ADHD pæling eða Örugglega án þess að reyna eitthvað að skilgreina þetta og bilanagreinda þetta allt sem þú gerir Nei, það getur vel verið að minnstu kosti þessi að detta inn í eitthvað sem maður hefur áhuga á og vera þá bara með svona ofur einbeitingu að því manni finnst það skemmtilegt og það geta þá unni mjög hratt og verið í henni eins og maður segir, ADHD er ekki bara galli, það getur líka verið svona smá overpower og ég tala það sem slíkt og eins og þú nefndi doktorinn hérna aðan sem segir, ég er líka með ADHD og margir læknar tala bara að augljóslega að þú ert doktor í einhverju það er helsta enginn þess að vera með ADHD að fara svona djúpt niður eitthvað þröngt svið en þannig að þú í rauninni skrifin kölluðu svona mikið á þig út af að Ólafur Jóhann til dæmis hann skrifaði alltaf held ég á morgnana fyrir vinnu Ragnar Jónsson hann skrifar alltaf passar að skrifa á hverjum einasta degi og hvort sem að það er bara að skrifa niður í 10-15 mínútur á kvöldi til rétt áður fyrir að sofa en þú varst bara einhvern veginn leið og gafst færi þá vildir þú punkta eitthvað niður Já, ég á mjög erfitt með að vera mjög skipulögð með eitthvað svona ég geri, en þetta er meira bara svona einhver, mig langa eða en ég gæti ekki verið með eitthvað svona reglu ég skrif alltaf frá 8 til þetta þetta var bara þegar færi gafst Já, akkurat, og enda náttúrulega í annari vinnu samhliða, þannig að þú ert svolítið svona komið svo fyrir en er það sama, út af að þú sagðir í þessu viðtali fyrir 2 árum að þið langa að gefa út innan skáldsögu en síðan kemur núna með aðra Tálsýn hvað ertu kannski bara snúað svolítið meira að skrifum frekar en lögfræði það?
Alls ekki. Nei, alls fyrir ekki. þetta vel saman ennþá? Já, mér finnst þetta bara gaman, mér finnst þetta bara gaman sko. Mér finnst bara við við eigum að vera það er svo margt sem að ég held að allir geti gert. Við eigum alls ekki að vera bara í einhverjum einum flokki. Eins og setja okkur í einhvern kassa. Ég hef verið spurðbyttu ef þú ert að skrifa og ert í lögfræði, ertu það bara ekki og ert líka að læra, ertu það bara ekki að rangri hill, alls ekki, mér finnst mjög gaman í vinnunni og skemmtilegt það sé að gera þar. Þetta er svona bara nýtt fyrir mér, spennandi, gaman núna og meðan að ég hef gaman að þessu, finna eitthvað skemmtilegt að skrifa og langar þetta, þá ætla ég að halda þess áfram. En ég er ekki að hugsa þetta sem sko nýjan starfsvettvang og ætla þá að gefa hinn upp á bátinn, alls ekki. Þessi bók kom, hugmyndin kom töluvert mikið í tengslum við fíkniævintýrið. Ég fekk einhverja spurningar og var haft samband við mig og eitthvað sem mér fannst fyrir eitthvað svona einkennilegt og þá bara fór að myndast einhver saga í hugunum og þegar ég var komið svona nokkra punkta var ég bara að fara að skráða eitthvað aðeins niður svo bara lítið eitt og öðru, ég fór eitthvað að skrá meira og svo var þetta orðið aðeins lengra og þá bara sendi ég þetta frá mér sko, þetta einhvern veginn bara gerðist, það var bara eiginlega óvart. Vel gert. Já, það var eiginlega bara þannig. Allt í einu bara kastaður upp einhver annari skáldsögu bara á einni beit fyrir næsta jólabókaflóð. Þú ert ekki komin í þann rytma að gera alltaf eina á hverju ári? Ég efast um það, en ég hefði sagt fyrir ári síðan ég hef verið spurð, ég sagði ekki séns að það komi ný sko, en ég var frekar fljót að skrifa þessa, síðan því ég fór síðan á töluvert flug heima, ég vann frá Íslandi í smá tíma í vetur, bara núna einhvern tímann í vor og þá fékk ég mjög mikla hjálp með stráki minn, mamma var mikið að hjálpa mér og þá gæti ég og þannig smá tímamismunur, gæti hægt snemma var að skrifa bara stanslaust, bara datt inn í bókinu og þá gerist þetta frekar rætt sko. Hvernig fyrir bara, lögfræðing á besta aldri að gefa út skáldsögu allt í einu og opna sig og bara mæti viðtöl og sem getur bara fólk lesið og fundist það sem því finnst verkimanns og haft skoðanir á því sem maður er að gera? Frábær spurning. Já, það er á einhvern hátt mjög skemmtilegt. Þetta er mikil áskorun. Ég er náttúrulega að fara út fyrir þægindaramman eins langt og mögulegt er. Því að skáldsaga höfundir er náttúrulega einhvern veginn alltaf út allt í skáldsögum. Eða þú veist, maður hugmyndir og hvað kemur og þetta er alltaf persónulegt hvað sem maður skrifar. Þannig að þetta er það tekur á. En mér finnst óbúslega gaman að skrifa. Mér finnst þetta bara að gefa mjög mikið. Mér finnst þetta svo óbúslega gaman. Og mig langar líka að reyna að skrifa sögur þar sem að þær tengjast einhver leyti raunverulegu lífi einhverja. Fólk getur aðeins lifa sig niðar. En líka þannig að þær geti verið spennandi og skemmtilegar og fólk langi virkilega að lesa þær en síðan þegar fólk hallar sér aftur þá áttar þessi á því að það við kannski mögulega lært eitthvað þannig að svona einhver smá boðskapur og einhver svona og þá kannski þegar ég hugsa þannig þá erum við ekki öll að leita einhverjum tilgang við viljum öll hafa einhver tilgang við viljum að lífið okkar sko við erum að okkur langar að lífið okkar sé innihaldsríkt og við séum sko að gera eitthvað sem að skipti máli og að þá finnst mér ég kannski hafa þessi kannski svona smá tilgangur í maður að reyna að
koma fram einhvers konar fræðslega boðskap á einn eða annan hátt. En auðvitað, þú veist, koma fram í viðtölum og hérna, þetta algjörlega nýtt fyrir mér. Þetta bara, já, þetta þú veist, maður að fara algjörlega út fyrir þægindaramman og pínlítið óraunverulegt en gaman, þú veist, þetta bara, já, eins og þetta bara hluta af þessu. En að senda bókina í prent eða senda handritið í fyrsta, ég veit ekki hvernig ferlið ég meina, varstu bara sjálfsörug í öllu sem þú gerðir þegar að koma fyrstu bókinu? Nei, alls ekki, ég var bara alls ekki, þegar ég var búin að skrifa handritið fyrsta, þá ég enda bara frænku mín að lesa yfir fyrir mig, því að ég var mjög óörugg með það sem ég var að gera og þegar hún hvatti mig áfram fannst fyrir mikið viti, það gaf mér svona smá pepp en ég ætlaði ekki að þora að senda þetta svona alvöru á útgáfu, ég held ég hafi nú bara einhvern veginn að hlusta á eitthvað podcast eitthvað og það var einhverju menn að tala hvað það væri, maður gæti nú bara verið stoltur af því að hafa lokið bók það var hvað sem yrði bara klára bók og það var einhvern veginn í beinu framhaldi af því að ég prófaði að senda hana frá mér þá fór boltin að rúlla en nei maður þetta eins og allt nýtt sem maður gerir þetta svona það ég var ekkert öruggið þessu alls ekki þetta er alveg nýtt. Já. En ég líka, þú veist, það er gaman að því ég meina, þú ert í bara ansi stöðugu og krefjandi starfi og þú býrðir samt í tíma til þess að skrifa bók og þú gefur hann út og þú ert að fylgja hann eftir með annari og ég meina, þetta er bara svona smá ég meina, ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað sem allir vilja gera en þetta sýnir allan að þetta er hægt. Já, þú veist, ég held að maður geti oft fundið tíma fyrir það sem mann langar til. Maður býr bara til tíman og maður skipuleggur sig öðruvísi en eins og ég segi, þú veist, þegar ef fólk að byggja hús þá það bara mjög mikil tíma sem getur farið í það fyrir utan vinnu eða eins og segi, þegar ég var að hlaupa það er mjög mikil tími sem fyrir það að undirbúa fyrir marathon og það eru margir og þetta er kannski ekkert ósvipað tími sem að fer í að skrifa bók og kannski æfa fyrir hálft marathon eða marathon og maður finnur alltaf tíma og svo horfi ég ekki mikið á sjónvarpið að jafnaði og ég djam ekki þá ótrúlega margir klukkutímar sem að skapast það er þetta að skrifa á kvöldin það er þetta að skrifa snemma, ég vakna snemma og það er alltaf þetta að búa til tíma sko. Já, einmitt alveg rétt og það er líka mikið tíma sem að ég held samt líka sko að þegar fólk að segja að þú veist, segjum að hafa eitthvað svona hliðar hobby eða einhver draum að gera eitthvað á hliðalínunni og þegar það tala að hafa ekki tíman sko, ég held að það vita allir að það er ekki ástæðan, þú veist, þetta er bara einhvern veginn svona að þú hefur ekki viljan til þess að gera þetta, þið langar þetta ekki nógu mikið og þegar þú og sko, ekkert að því það er ekkert eitthvað svona, þú ert ekki að gefast upp eða eins og leis, en bara eins og þú talar hvað bókin kallaði á þig hvað er langað að skrifa og þú vaknar og gerir aðeins fyrir vinnu og síðan klárar vinnuna og gerir aðeins þá og síðan áður hann fyrir að sofa, ég menn, þú veist, þetta er svona mjög skýr köllun í það að þú ert ekki að segja, herru, nú verði ég í næstu viku að finna 1-2 klukkutíma til þess að skrifa annars er þetta aldrei að fara að ganga upp þetta er bara eitthvað sem tógar í þig frekar en að þú þrýstir eða neyðir þig til að gera. Já. Það er algjörlega þannig, bara virkilega langar það. En svo, eins og ég segi, svo bara passa ég að sinna minni vinnu og vera til staðar en bara finn tíma fyrir utan það, Já, einmitt. Og fyrir þetta alveg ennþá vel saman að þú alveg getað unnið bara 100% og skrifað? Já, ég hef getað það. Og þurftir að gefa upp mörg önnur áhugamál eða er þetta bara eina sem þú gerir? Lögfræði og skrif? Nei. Talandi að vera með marga bolta á lofti þá nei, ég kannski auðvitað má ég eins og þú varst að segja áðan með auðvitað ég örugglega má kannski stundum passa mig á hvað ég er mikið að gera og þú veist, maður er örugglega einhverjum stundum á einhverjum vinnu alka rófi sko ég er líka núna að taka 1 kúrs í háskólanum. Fíknifræðin eða? Já, ég er komið langt en ég er semst að taka 1 kúrs þar og þetta er á masterstíð, þannig þetta er alveg erfitt
og ég nýkom frá Afríku. Já. Var þar með sinni mínum, vorum þar að ferðast og skoða. Hvert fóruð? Og við fórum til Kenya, flugum til Nairobi og vorum að skoða safari þar. Fóðum sér að nefið til Tansaníu, ræðislegt. Fyrir lítill gutta að skoða, ljón og ljón og fíla og gíraffa og vera, vorum alveg Þannig að ég að ferðast áfram og lifa og gera og svo ég líka reynast að jóga eftir þegar færi gefst, mismunandi eftir hvað ég mikinn tíma. Mér finnst það algjört indi og mér langar alveg að byrja eitthvað aðeins að hlaupa aftur, ég var gamall hlaupari og kannski hafa skrifin aðeins komið í staðin fyrir það. Svona, þannig að ég bara með mjög marga bolta oft á lofti en svo heyr ég, svo fer ég líka í golf og heiti fólk en þetta kemur svolítið í tímabilum og auðvitað ég veit að mér hættir til að vera með ansi marga bolta á lofti. Já, það svona meiri orka í þér heldur en minni. Þú ert ekki að díla við það, hljómarinn svo sért ekki að díla við of mikla leti eða þess að þess? Nei, það mér finnst bara eiginlega of fáir klukkustundur í þessum sólarhring, og því ég vil sofa og ég vil, svona, ná að sinna syni mínum og þessum grunnþörfum, hreyfa mig og vera í lagi, en svo margt annað sem ég langar að gera. Þannig að það bara, ég skil ekki okkur sólringurinn ekki aðeins lengri. Nei, einmitt. Það þannig ég að fást við margt en aðeins í tímabunum. Já, kom einhver svona æði þarna. Heldur þú mögulega rithöfunda tímabilið núna sem í gangi? Heldur að það mögulega bara líðandi lók að þetta sé ekkert eitthvað, og eins og við vorum að tala um án, er þetta, þú ert ekkert að stefna meira í þessa átt endilega? Ég núna með hugmynda annari. Já, en svo veit ég ekki, mér langar ekkert að verða einhvern veginn kvöð. Nei. Skilurðu? Þess vegna kannski mér langar að skrifa meðan mér langar til þess og ég með einhverja hugmyndir, en ekki þannig að ég verði að skrifa, þannig að það getur vel verið að þegar eftir að koma fleiri og kannski ekki, bara sjá til og kannski mér langar svo, það sem mig langar að gera er að hvort sem að mér takist það eða ekki er kannski að þegar ég verð búin með námið að ná þá að tengja námið og skrif og gefa þá kannski út mögulega annars konar bækur sem væri kannski aðeins fræðilegri en kemur í ljós. Aldrei að vita, sko. Þú segir að langi ekki að verða kvöð. Hversu raunhæft er það þegar maður er í svona skapandi starfi? Að það sem maður er að gera og þú ert náttúrulega að fylgja einhverju ákveðnu útgáfu og einhverju ákveðnu ritstýringu og þess aftar. Ég meina, síðasta bók og þar síðasta, eða fyrsta og önnur bókiðin, hversu mikil gleði á móti kvöð var þetta? Var þetta náður að halda þessu þokkalega mikil stemmingu í þessu? Já, mér fannst þetta bara mjög skemmtilegt allan tíman en þetta er orðið pínlítið erfitt svona eins og í marathoni, ég er kannski ekki aftur inn á marathoni, því mér finnst bara að hlaupa marathon sem ekki reynsla upp á lífið að það eru þessi erfiðu kaflar, maður er alveg að gugna og svo eru síðustu kílómetrarnir svo hræðilega erfiðir. Þessi síðasti kílómetri, hann er bara ótrúlega langur og það er eins og að skrifa bók að síðasti kílómetrin, þegar maður er að lesa bara, það er erfiðast. Það er ekki komið söguna og komið svo stað og vera komið svona fyrir heilstæft, heilstæfta bók, en svona þetta, svona fara yfir undir lokin og þetta er erfiðast, sko. Alveg síðustu kaflin, það er erfiðast. En það er þá kannski líka svona, þú klárar það og bara djöfull er ég góð maður, ég náði að klára þetta. Þetta er svona, þetta er ekki orðið að kvöð en þetta er orðið krefjandi og það er mjög gefandi að komast í gegnum svoleiðis þrekurinn. Það er það er svona, það er það
og svo maður þetta ótrúlega sáttur þegar að, einmitt, maður búinn og þetta komið og þetta allt komið, já. Einmitt, þú hlýtur nú að vera glöð síðan að fá bókina í hendurnar, ég meina halda á þessu og sjá kápuna og allt sem maður búinn að gera það ekki, það hlýtur að vera ansi mikil velun. Jú, og bara algjörlega mjög, þetta, ég man í fyrra þegar ég var úti og ég fekk fíkn í hendurnar fyrst, ég var bara, mér fannst þetta eitthvað svo óraunhæft að hún væri alvöru orðin af bók og kannski aðeins raunhæfara núna raunverulega, en þetta, bara mjög skemmtilegt, bara ótrúlega náttúrulega skemmtilegt og stolt að þessu, þetta gaman. Ef þú myndir fara meira yfir að skrifa eitthvað svona fræðibækur og þess að myndið allt, sérðu fram á að það myndi fara í fíkni hegðunar áttina? Mér langar mjög mikið að skrifa meira einhvers konar í tengslu við námið mitt, að fara inn og einhver rannsóknarskrif varðandi búlími sem það sem ég var að fást við sem unglingur og fíkn einhvers konar meiri rannsóknarskrif í tengslu við það og hvort það væri eitthvað sem ég gæti mögulegt mann gefið út. Því að það til mjög lítið efni og hafa verið gerða mjög fáa rannsóknir þó svo að margir séu sammála að það séu svipuð boðefni sem að fara á stað í heilunum eins og með gerist gerist kannski svipað eins og ég segi með sum önnur efni og í heilunum það hefur ekki verið, það einhverja greinir, það ekki mikið skrifað þetta. Nei. Og ég nýlega búin að tala við einn prófessor í háskólanum hjá mér og var eitthvað aðeins að ræða þetta og ég hélt ég fengi neikvæð viðbrögð því að auðvitað þetta ekki opinberlega skilgreint sem fíkn, en hún var mjög jákvæð og sagði bara það vantar mjög mikið efni í þessu og það ekki mikið skrifað það ekki mikið rannsóknum og þannig að það getur vel verið að það sé einhver grundvöldu fyrir því, bara fyrir eftir hversu mikið tíma ég hef og hvað hægt að gera, en það það sem mig langar að gera þegar hann stór. Ok, ég er bara að hugsa núna og það þú ert að tala að þú ert að finna fyrir fyrstu einhverjum á þessu kringum 8 ára. Varstu móttækileg þá fyrir því að einhver myndi segja við þig, herðu, þú átt nú við eitthvað vandamál hérna að stríða eða vilt ekki borða aðeins meira eða af hverju getur ekki bara gert það sem þú átt að gera og núna þú vitandi getandi, þú getur hort í baksinumspeilin og séð hvað var að og telur að þú hafir einhverja vitneskju núna sem gæti nýst öðrum í þessum aðstæðum, hægt að tala fólk til eða gera þeim grein fyrir vandanum eða hjálpa þeim út úr svona þeirri hólu sem þeir eru kannski búin að grafa svo onni? Alveg 100%, alveg 100% og auðvitað það eitthvað sem ég langar að gera á einn annan hátt. Ég kem aðeins einhverju smábullusöllu í þessa bók eins og ég segi, maður eins og ég gerir mig fíkn, ég treð einhverju smá inn til að ég ekki að hjálpa bækur eða fræðibækur en að reyna að koma einhverju smá fræðslu inn, svona innum bakteris sem innum bakternar. En jú, ég held það og ég held að það sé svo margt sem við getum gert miklu betur og ég held að ég hefði mögulega eitthvað að segja, ég gæti mögulega að hjálpa, já. En þegar þú varst yngri, varstu móttækileg fyrir ráðum eða því að fá hjálp eða þess að það? Já, ég var það. Ég held bara, kannski ekki því ég var 8 ára. Þá eðlilega enginn sem áttar sig. Nei. Fólki fannst kannski bara skrítið, hvað ég var upptekinn að því sem ég borðaði. Já. Og en fólk var ekkert að átta sig á þeim, ég er svo mikið barn og síðan ég held kannski eitthvað aðeins áfram, það var svona bara mín leið. En síðan þegar ég finn að ég er farin að missa tökin þá er ég kannski ég er kannski 13-14 ára eitthvað svo leiðis
og þá fór ég að leita mig hjálpar en ég gekk í raun og mjög mikið að lokuðum dyrum. Ég fór að talaði við einhverja meðferðaraðila eða sálfræðinga og sem sögðu síðan við mig að þeir hefði ekki náði þekkingu, gæti ekki hjálpað mér og ráðlaði mér að fara eitthvað annað. Og þegar maður úlingur að fást við erfiða hluti og svo kannski bara svona, hvað segir maður? Ég skil alveg fagæðilina, bara þú veist, ég get ekki hjálpa þér, þú verður bara að fá þetta eitthvað annarstæðan og þeir kannski ekki vita heldur hvert beint þeir ætti að beina mér þessum tíma, þegar við talum fyrir 12 löngu síðan, að þá fór ég svolítið frá einum aðila til annars og fannst ég kannski ekki fá þá hjálp sem ég þurfti á að halda. Nei, ég skil. Já. En þú varst alveg ég var tilbúin, mér langaði að fá hjálp. Ok, og þú áttaðir á því að þetta var vandamál. Já, það var kannski einfalda spurningin sem ég var að reyna að koma hvort þú hefur séð vandamáli sjálf. Já, algjörlega. Já. Út af Anita Briem aftur talaði sko, og nú fyrir kannski svo þetta með söguna, en hún var að tala sko, þegar hún fær einhverja greiningu á þessu að þetta hafi ekki hljómað eins og að búlimían eða átröskunin væri nóg alvarleg og þá svona kveikti það undir henni, ég ætla að vera best í átröskun og síðan þegar hún er lögð inn á bugl og það er sagt við hana að þetta geti verið bara, þetta yrði the end of her, þetta bara geti grandað henni, þá svona einhvern veginn friðað hana, já ok, ég er góð í átröskun, ég náði að vera með mestu átröskunina og það svona sloknaði þess á þessum kvala losta. Já, ég get örgulega einhver leiti tengt við þetta að, veist, maður ef þetta var keppni þá var ég alveg ótrúlega góð í þessu sko. Akkurat, já, það var eins og hún var svona að keppa í átröskun sko, að einsögn. Já, ég held sko, það er ekki alveg þannig en En það er kannski einhver tímapunktur sem að sko áður en maður missir alveg tökin að það er einhver tímapunktur sem að ég get tengt við þetta að það er eins og manni langi að verða veikari áður en mann langi að fara að batna eða þú veist, þetta er eitthvað sem mjög skrítið tímabil sem ég get einhver leiti tengt við en síðan langar engan eða mig alls ekki að verða eins veik og ég í rauninni varð. Það er eitthvað sem að ég vildi óska að ég hefði sloppið við og mig ekki langa að fara þangað og ég óskaði þess engum og mér finnst kannski samfélagið ekki nóg með meðvitum hvað þetta er ofsalega hættulegt. Já. Átröskunin þá. Hvað þetta getur verið rosalega hættulegt, já. Algjörlega. Og líka sko, mér finnst bara svona upplýsandi að heyra bæði þig og Anitu tala þetta að sko hvað þetta er flókið fyrirbæri og hvað þetta kemur inn á stjórnleysi og að ætla sér að gera eitthvað en gera það ekki og bara svona hvað þetta er í rauninni aftur bara flókið fyrirbæri. Þetta þegar maður sér eitthvað sem of grannur, bara akkur borrar ekki meira og maður sér eitthvað sem feitur eða yfirþyngd, akkur borrar ekki minna. En það er bara svo margt sem að spila inn í og þetta er svo mikil einföldin á hlutunum. Mjög, og svo eins og ég segi, þú veist, fólk sem að díla við eins og ég var eða fást við búlimíu, þetta er ekkit endilega fólk sem of grant. Alls ekki. Þú veist, það geta verið með þessu fólk sem jafnvel aðeins þétt. Þú veist, þetta er bara, þú veist, það er þannig að þú sér það ekkit endilega á þeim, hvað þeir eru að fást við. Já. Þannig að það kannski getur jafnvel fyllt í ennþá meiri skam. Þú veist, að vera með átröskun og vera ekki eins og grannur. Þetta er ótrúlega flókið. En ég held að þurfi að væri gaman ef það væri kannski fleiri meðferðarúrræði og innlagnir og meira uppbyggilegt gert í kringum þetta. Já, bara eins og þú ert að bara núna tala þetta og opna á þetta og sína það hægt að sigrast á þessu og nákvæmlega, Bjartari tímar eru þarna, handan við hornið. Já, nákvæmlega, já. Herra Rannveig, 2 bækur komnar. Já.
Erum við ekki bara sátt með það? Hvað getur þú sagt mér Tálsýn hérna? Hún var að koma út núna í jólabókaflóðinu. Já. Bók nummer 2. Aftur skáldsaga. Sömu karakter. Ertu komin í svona Arnald Indriðason típuna að spila með sömu karakterina bók eftir bók? Nei, ég geri það ekki. Mér finnst þetta að vera ólíka bækur, en það ekkert allir sammála því. Það alltaf kannski eitthvað sem tengist, það eitthvað fíkni element þarna. Ég að vinna með mannlegan breskleika. Ég að vinna með, þetta reyndar kannski aðeins nær mínu lífi, sögursvið þessara bókar. Já. Sögursvið Sviss. Sviss. Í fíkn var ég að vanda mig að hafa einhvern veginn skrifa eins langt frá mínu lífi og ég mögulega gæti. Þegar kona var listamaður og málari og þú veist, gerist það mestuleiti. Þetta var allt öðruvísi heldur en mitt líf. En núna þetta kona sem mjög hátt sett í alþjóðlegum fjárfestingarbanka og gift, býr á mjög fínum stað í Sviss með útsýniði vatnið og líf hennar virðist bara eins og spegilslétt vatnið, það allt fullkomið, en svo fer það aðeins að gárast og ýmislegt gengur á og þetta kannski einhver lítið spennusaga en hún svona. En þetta ég vinn svolítið með, mér finnst svolítið gaman að vinna með mannlegan breskleika og samskipti og hvað við erum flókin og gölluð í raun og veru. Já. Við svona, þú veist, hvað við erum, já, við erum öll mannleg. Akkurat. Manneskjan mannleg. Manneskjan mannleg. Einmitt. Þetta bara virkilega vel að verki staðið. Ég bara óskaði til hamingju með bókina og hvað þarf eitthvað að koma fram með hana? Fæst þetta ekki bara í öllum helstu bókabúðum? Jú, hún fæst í öllum helstu bókabúðum og mér skilst að hún sé mjög fljótlega að komin í Bónus og Hagkaup og líka. Og sem eru bókabúður líka? Já, sem eru líka bókabúður og síðan þetta pantana á netinu bæði beint frá sögum og eða Ímundsson og þetta mjög auðvelt að verða sér út bókina, já. Bingo. Eru við þá ekki bara í góðum málum hérna, Rannu? Eitthvað fleira sem getur fólk nálgast þig eitthvað staðar eða fundið þig á netinu eða ertu duglega að posta á Instagram og sína frá lífinu í Sviss? Já, ég hef verið dugleg að posta á Instagram. Ég posta núna tvöðvart frá Afríku líka og svona skemmtilegar. Já, ég á Instagram og ég á þessum helstu ég á LinkedIn og ég á Twitter og ég á Instagram, ég á Facebook og já, ég alveg öllum þessum helstu Vel gert. Já. Stíga skrefið inn í framtíðina. Nákvæmlega. Rannu Borg, virkilega gaman að tala við þig og til hamingju með bókin. Takk hérlega.